verkefni. Ég ætla að fá að deila bara skjánum. Það sem ég ætla að gera að ég ætla bara, þú sendir mér þetta gögn áðan. Já, það þarna einhver 4 verkefni og eitthvað af skjölum og dótari. Ég ætla bara að fara inn í kerfið og setja þetta inn. Og sýna ykkur hvernig ég gera það og hvernig ég stofna verkefni. Hvað? Og þið spurjið svo bara á meðan. Hérna ég inn í kerfinu mínu. Og sjáu þið þennan skjá. Er þið með stóran eða lítinn skjá? Stóran. Hana, kolbeta. Já, og fyrst bara upp skjáin, sko. Ok, flott. Ok, svo ætla ég að sýna ykkur að hérna fór ég inn í annan glugga. Þetta er rauninni ykkar kerfi. Og það sem ég gerði, ég stalst inn í það og ég gaf mér leyfi til þess að komast inn í möppurnar ykkar. Ok. Ástæðan fyrir ég geri það er svo að þá get ég komist í gögn í mínum posti til að setja inn í kerfið ykkar. Og svo hendi ég mér bara út á eftir. Hérna er mitt kerfi og þið sjáu að hér er gríðarlega mikið af alls konar verkefnum. Og ykkar verkefni er hérna, það er svona G2, frumritið er hérna, JB 140, það er svona, þetta er bara okkar, kunnanúmer, viðskiptamannanúmer, það er númer 140. Frumritið það er hérna G3, það sem alla möppurnar eru. Er pósturinn sem þú varst að senda mér, hann er hér niðri, í inboxinu mínu, hér. Ok. Ég smelli hérna á það og þar varstu með bláa gerði. Hérna eru skjölin og það eru þessi skjöl sem þú sendir mér í seinni-póstinum og hérna eru skjölin sem þú sendir mér í fyrri-póstinum. Og eigum að byrja á því að bara stofna verkefnið, hvað er elsta verkefnið ykkar af þessum? Það er 8 til 10. Bláar gerði 8 til 10. Við þá veli hérna frumrit. Svona. Og ég smelli hérna á hnappinn copy. Og ég ætla að setja þetta inn í G4 verk í vinnslu. Þá í staðan fyrir að velja eitthvað hérna á þessum glugga, þið sjáðu hann, smelli ég hérna á G4 og þegar þetta er komið upp, þá smelli ég bara á eftir línuna og spyr hún, viltu afrita allt sem að er þarna inni, það er copy child items, og ég smelli, copy. Ok, og þá spyr hún hvað á þetta verkefni að heita. Núna er verkefnið af því að þið hafið ekki búið ykkur til númerkerfi fyrir verk. Er það? Nei. Og það er skylt að vera með númerkerfi á verkefnum, einhvers konar referens hvað verkið heitir og það getur verið alls konar, en hérna hjá Jippi þá höfum við sett upp í lýsingun á vegakerfinu tillögu af svona númerkerfi. Og tillagan er að nota bara áttalið og svo hlaupandi númer og svo bókstaf sem lýsir ábyrgðinni sem þið eru að skrifa upp á. Þannig að það er M fyrir iðnmeistara, það er B fyrir byggingarstjóra og það er H fyrir hönnun. Þannig að þið eru væntanlega með einhverja ábyrgð í bláar gerði 8 til 10 og við erum eiginlega svona eitt af öllu, sko. Já, þannig að þá er það spurning hvort að Austurbygg sem að geti verið með skammstöfun á Austurbygg. Nei, er hún ekki, sko. Við fáum bara númerkerfi, við myndum vilja byrja á því eða? Já, sko, ég nota bara U fyrir mig sem er uppstreymi og
hérna, það getur verið AB, bara Bravaf líka. A, Austurbygg verktakar, Bravaf. F og svo það, hvenær byrjuði á þessu verki? Það mætti segja 2020 þarna. Þeir eru bara 20 og var þetta, voruð þið með mörg verk á því ári? Já, 2 kannski sem við skrifum upp á, 2, 3, ég veit ekki. 3 kannski. Sannlega 3. Okay, þannig að segjum þetta sé bara 3. verkið á því ári. Og hvaða ábyrgð voruð þið með í þessu verki? Ég og M. Já, og H, þetta er Bebbi líka. Já. Þannig að við erum með rauninni allt saman. Og þetta getur verið sko upplegg af númerkerfi. Ja, þið getur skoðað það í framhaldinu, hvort þið viljið breyta því. Þið getur líka farið í gegnum lýsinguna á. Hérna sjáum við þá að hérna í G4 er komið þetta verð. Lágargerði 8-10 með þessu númeri fyrir framan. Og inn í þetta eigum við að setja sem þetta öll gögn. Er það AVAF 2003? Er þú lítið hjá hvað það getur lesið þetta sko? Bíddu, ég get lagað þetta sko. Er þetta svona? Ekki betra? Geggjað. Ok. Nú förum við aftur í frumrit og tökum næsta verk sem er, hvað kom næsta á eftir? Lágargerði 24, eða Borgarfjörð? Já, Lágargerði væri svona nær allavega. Ok, þá ætla ég bara að fara hratt í gegnum það. Ég ætla að afrita. Vel hérna verk í vinnslu. Við erum aftur í topplínuna. Smelli hérna. Vel copy child items. Copy. Og þá ætla ég að gefa þessu nafn sem er AVAF. Er það 21 eða 20 líka? 21, 01 þá er það ekki? 01 og DMH líka? Já. Já. Og þetta það eru 20, hvað var það, númerið á því? 24-26. Bara save á það og ég er hérna núna að sortera þetta ég er líka já hvenær byrjaði má segja að start hafi verið á Lágargerði 8-10. Febrúar sennilega. Svona með þá að það kannski verið að vinna í gögnum og sækjum leyfi og eitthvað svona. Febrúar, það að segja á síðast ári. Já, 20. Það ekki 8-10? Jú. Jú, febrúar síðast ári. Ok, ég var að stofna þetta núna. Ég ætla að breyta startin á því og færa það bara aftur á bak. Það er svona að geti stilt sko, segjum bara að byrja 1. febrúar. Og hvernig ætlaði að klára það? Það er búið. Það er búið. Hvernig kláraði það? Já, það er alltaf að segja að það er bara lokið í febrúar, það ekki? Þá er búið að ganga frá svona öllum síðustu greiðslum og einhverjum svona. Ok. Það er alltaf spurning hvernig verkefni er búið sko. Já, nákvæmlega. En hitt Lágargerði, hvernig byrjaði það? Það byrjaði með lóðaumsókn í september 2020. Ef við höfum að marka það sem upphaf sko. Já, nei, hvernig byrjaði framkvæmdir? Að framkvæmdi sjálf? Já. Ekki byrjuð. Næstu viku? Apríl. En bara í næstu viku. Eða 1. maí. 1.
1. maí flott. Drita. 3. maí hérna. Og hvenær ætlaði að klára það? 1. nóvember. Ok. Svona. Þá áraðast þetta svona og til næsta verkefni þá var það Borgarhóll eða Brekkubær? Já. Hvort? Þetta er mjög svipað. Það er Borgarhóll? Þetta er verkefni sem ekki byrjuð? Nei. Ja, það er þannig framkvæmdir ekki byrjaðar. Það er svona... Svo þið náttúrulega með hönnun líka. Þannig að... Við erum með rammasönnun. Já, þið erum með rammasönnun, þannig að í rauninni hjá ykkur byrja verkið fyrir heldur framkvæmdir. Já, ég meina við erum líka, auðvitað, kaupið ákveðna vinnu, hönnuðar að og annað, sko, þannig að þetta spurning, hvenær byrja verkefni? Er það bara, þegar þú byrjar að sækja lóðina, eða er það þegar þú fær fyrstu teikningar, eða hvenær? Í rauninni leðu farið samning að vinna einhvern hluta af verkinu, hvort sem það er hönnun eða sem þú skrifar upp á, sko. Já, við erum náttúrulega, svona hvað sem er yfir aðal framkvæmdaraðila í þessu. Við erum að byggja þetta, við sækjum með lóðina og við, skilur við. Já, þá má kannski, já, startpunkturinn, þið getið eiginlega ákveðið það. Það er einhvern tímann það leiti vantarlega sem að þið kaupir lóð og byrjið að hanna, sko. Já, ég meina, málið er það byrjar strax leiðum maður sækir lóð, þá þarf maður að fara að skila inn ákveðnum hlutum, sko. Skrá hönnuði, skrá byggingarstjórarinn strax upp að þau, sko. Það er svona fljótlaup því að það. Ef ég skráði mig hér inn og ég ekki geta séð allt þarna, er ekki bara inn á mínum síðum? Það er ekki þar. Og ég skal sýna það hvernig ég skal skrá með hennu. Ok, og Borgarhóll, þið byrjað á honum, að hanna hann? Já. En það er samt stutt, bara setja bara miðjan mars kannski. Miðjan mars, já, það er bara hérna. Og þið ljúkið þessu? Já, vonandi. Nei, ef ekki segjum bara nóvember aftur. Það er björnsum menn. Ok, þetta er bara í lagi svona. Okay. Þá erum við konum með þetta inn, alltaf 3 verk. Ef við setja, þið getið eftir ykkur á 4 verkinu. Já, ég styrir á þetta. Þannig að við byrjum núna á gögnunum sem hann var að senda inn. Sem er hérna, bláargerði 24B og C. Hvað er þetta, byggingarstjóri, er þetta undirskriftir? Já, þetta kemur beint út úr mínum síðum í von-kerfinu hjá Múlaþingi. Ok. Jú, klálega. Og þannig að við ætlum að setja hérna, þá er þetta komið hingað inn. Ein spurning. Þegar nú þú með þetta einhvern tengt til tölvupósturinn á þér, þannig að þetta kemur bara upp tölvupósturinn. Já. Nú við kannski nota mismunandi Gmail eða eitthvað þannig. Já. Tengir maður við það, ef maður bara draga, hvernig færir þetta á milli? Þú ferð sko á þínum reikningi, connection, og ég er með minn reikning tengdan, helgi@db.com, hann er tengdur við Gmail, og ef þið eru með Gmail reikning, að þá getið bara linka hvaða Gmail reikning sem er við ykkar aðgang að JB. Ok. Glæsilegt. Allavega stjórinn, allavega svona eins og ég ræddi við það, til þess að ég fái byggingarleyfi og lóðuna afhenta formlega, þá þarf hönnunarstjóri frá staðfesta sig og þeir vildu eiginlega að það væri búið tilgreina þá aðra hönnuði og helst, en áður en að það byrja til dæmis að
grafa, þá þyrfti sennilega burðarfræðingurinn bara staðið, skilur, sem ber ábyrgð á hverjum hlut fyrir sig, áður svo verktaktur byrjar, svo að rafmagnshönnuðurinn verður bara staðið áður að vinna við rafmagn byrjar, sko. Akkurat. Og skilur teikningum. Hérna getum við í rauninni setta bara hérna í yfirmöppu hér fyrir ofan, sko. Þannig að við getum verið með bara iðnmeistara og byggingarstjóra hérna og byggingarleyfi og samskipti, en sko aðrar yfirlýsingar geta verið líka bara hér í yfirmöppu. Já, ok. Þannig að hérna byggingarstjóri tilnefnir iðnmeistara og það er bara hér og hönnuður greinargerð hönnuðarstjóra ráðningu á ábyrgðarsvið hönnuða. Þetta er náttúrulega bara hér líka. Iðnmeistari, þetta er mjög spennandi. Þetta kemur bara svona út úr forritinu. Já. Og þegar byggingarstjórinn tilnefnir, þá fær viðkomandi meistari sko bara tölvupóst og þarf svo að logga sig inn og staðfesti sig. Ok. Þannig að það er engin yfirlýsing eins og var alltaf með skrifuð upp á og kvittuð á allt þetta. Nei. Og sá listi er beint tengdur í lista Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Þannig að byggingarstjóri getur ekki tilkynnt neitt sem er ekki með réttindi og er ekki með já í gæðastýringarkerfi. Ok. Sem er náttúrulega súper. Þannig að hér erum við í rauninni komið með alla þessar yfirlýsingar. Þannig að þú ert allavega með upplýsingar í kerfinu þá meistara sem er á verkinu. Já. Og þá er það komið. Þessi póstur er frá og hinn pósturinn er greiðsla, kvittun. Þetta er væntanlega. Þetta er bara fyrsta greiðslan fyrir húsin út til verktakan úti sem smíða grindurnar í húsinu. Já, ok. Það er spurning. Það er gott að halda utan þessi gögn þegar fólki sjálft óskiptir ákveðinu. Sko. Fólki sjálft ákveðinu. Ef þú ætlar að halda utan svona gögn hér, þú getur líka haft þetta sko vottun á efni og byggingarvörum sko þar undir. Eða haft þetta bara undir samningar og búið til möppu þar undir sem heitir kostnaður, sko. Já, ég held að það verið betra að vera undir, hvernig bætur við möppu? Það fyrir hérna í plúsinn, segjum sem svo að við ætlum að bæta einn kostnaðarmöppu. Þá líti ég hérna bara plús og segi bara hérna, bara kostnaður og þannig, til dæmis. Þá er það komið hérna, þá getum við í rauninni tekið þessa greiðslukvittun hér, hérna. Getum líka sko líka aðeins. En væri þetta, þú veist, ef maður væri ofta að nota svona möppur og borgar sig að uppfæra þá, hvað sem uppalegu beinagrindina eða maður bara svona hafa hana meira standard? Hvað myndir þú segja um það? Þá myndir þú fara í frumrit þitt og breyta bara frumritinu. Þannig að þú færi bara hérna í þetta 140 G3 nýtt verk. Já. Og þá er það, þá myndir þú fara hérna og búið til undirmöppu undir samningar ef þú vildir alltaf hafa einhverja möppur þar undir. Skilur. Og hérna. Þetta neðsta er verkáætlun, það er svona assembly plan, hvað myndi það heita á íslensku? Framvindu áætlun. Sem er í rauninni sko bara framkvæmd og áætlanir. Já. Hér er búið að setja upp sniðmáta að einhvers konar áætlun fyrir svona verkefni. Geturðu stækkað þetta aftur? Já, þetta er alveg. Það nota gleruðu fyrir ekki það. Og ég get líka skotið inboxið bara niður hérna. Og
og þá þið sjáu þetta sniðmát, þetta svona hefðbundið ferli og þið getið alveg breytt þessu sniðmáti í ykkar frumriti sko. Þannig að hérna ef ég smelli til dæmis á þetta og fer í dashboardið, tek út í rauninni alla þessa rauðu flipa hérna nema tímalínuna, þá getið þið verið með svona gantrit sem að þið getið unnið með. Þannig að það sem þið sjáuð alltaf hérna í hægri dálki, það bara það sem þið veljið hérna uppi. Það description og það checklisti og það chat og það history og það viðhengi og það hverjum assigned history, það að segja á hvern hefur sett verkið. Það status á verkinu, það cost og quantities og hverjir fá að vera notendur, hverjir eru notendur af hverri einingu fyrir sig. Og við ætluðum að setja þetta skjal inn í framkvæmd og áætlanir og við getum bara droppað í hingað inn sem viðhengi. Þið getið síðan búið til býsna öfluga áætlun í þessu með alls konar checklistum og ánafnað hverju öðrum í rauninni hlutverk í verkinu. Þetta heitir svona finishing, þetta stýst í rauninni endalega útfærslu á íbúðinu svona, hvernig hurðarnar að vera, hvernig parkett á að vera, hvernig innréttingar. Þetta svona samskipti í rauninni kaupanda og seljanda. Þetta væri fínt þarna í verklýsingar og fyrirmæli, sko, því að þetta eru þetta svona hluti sem við komum síðan fram stýrið því í rauninni hvaða parkett fylgir hver íbúð og hvernig innréttingin nákvæmlega lítur út og... Já, einmitt. Ég held að það bara hárrétt þegar það hendaði þar inn. Þá erum við vantilega komin með þetta hérna á Word formati. Það sem gerist að þegar þú smellir á preview hjá okkur í einhverju öðru heldur en PDF að þá sendum við skjalið erlendis og fáum það þýtt yfir á PDF og fáum það svo sendt aftur og geymum svo afrit af PDF-inu hjá okkur og sýnum það. Skráningatablan, hún komin hérna já, þannig að við förum í bara hönnagögnin, gagnaskrá. Það sko, við getum líka kallað þetta skráningatöflu eða setja þetta inn hjá arkitekt, sko. Þetta getur nú kannski átt heima þar, en það skiptir ekki öllu. Þetta hluti af gögnum sem hann skaffar til okkar. Þetta við getum haft það bara þar. Og aðuppdrættir, það bara þarna arkitekt líka. Myndir þú segja að maður ætti að geyma svona frumgögn líka? Nei, ekki þarna. En þetta fyrstu drög að aðuppdráttum hérna? Já, þetta nú svona önnur drög kannski frekar. En það var svona, það kom smá athugasemd. Nei, þetta fyrsta sem við sendum minni. Ok, en ég mæli með því allavega í svona gæðagerði þar sem ætla að nota þetta til þess að eiga samskipti við milli hönnuða, iðnmeistara og byggingarstjóra að setja alltaf inn nýjustu teikningarnar og henda út því sem að vera með vinnufólderina fyrir utan kerfið. Já, ok. Að vera bara með nýjustu þarninni? Já, annað bara ávísun á þessum sko. Þannig segjum að við séum með eitthvað sem er talið vera endanlegt, en svo verður breyting á því, þá bara hendum við út eldri fælinum og setjum inn nýjan. Já, eða þið getur líka sett sko inn athugasemd. Sko, séðu hérna getur þú sett inn bara sagt hérna úrelt teikning. Og þá komin, ef þú vilt halda þess inni, okay. Þá getur þú sett hérna í athugasemdir við teikninguna að þetta sé úrelt teikning. Okay.
Og það kannski vegna einhvers. Já, vegna bla 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 bla. En einhvers staðar samskipti að nynni? Er það ekki, var ekki eitthvað undir samskipti? Það hérna chat og teikning, númer, og ferð, það kemur bara, skilur. Já, ég skilji. Þá getið þið í rauninni verið með bara chatfórum þessar hönnunarteikningar í þessu verki, sko. Þá allar mismunandi týpur af teikningum. Og það þá sjálfstætt chat fyrir hverja möppu fyrir sig, sko. Já, ég skilji. Og svo birtist bara, ef ég vel hérna til dæmis hönnunargögn og síðan með þennan gulan lengst til vinstri, þá það allt, öll börnin undir honum eða undirmöppurnar undir honum, þær sjást, sko. Og ef ég ætla bara sko tjatti, þá taka ég út allt nema þessa bólu hér, sko. En hérna getur maður, þú veist, fær maður tilkynningu þeir sem inn á verkinu eitthvað tjatt, eða hægt að merkja einhvern í tjattinu, eða þú veist, hvernig? Hérna, ég ætla að merkja þig, Núna átt þú á þínum aðgangi að hafa fengið sko rauða bólu hérna fyrir á notification. Ok. Já, hérna. Og tísmæll á það. Já, hérna. Ég veit nú bara tölvupóst og að taka mig í einhverju hérna, sko. Já, var það ekki... Bara Helgi Gerards uppstreymi EOF eitthvað invites you to comment on 03 hönnunargögn og verklýsingar. Já, það var að ég gerði þetta. Já. Þannig að þú veist, þá henni bara, það ekki nóg að þú fáið bara ból í forðu og það líka bara tölvupost bara að segja ykkur að biðja að gera eitthvað. Akkurat. Þannig að þið notum þetta til þess að láta hvort hann að vita að þið að vinna í einhverju einingu og þið viljið hann kíkja á það. Já, mjög gott. Og þá getur þú tvísmelt bara á það í notification og fer bara beint inn í það í verkið. Við kíkja þá hans á innra eftirlitið og við ætlum að framkvæma til dæmis innri skoðun á Bláargerði 24-26. En það sem við erum með í sko almenna hlutanum, við erum með innri úttekt í fagaðila, hérna eru alls konar gáttlistar fyrir byggingarstjóra. Og smætli hérna. Koma. Og eru þessir mismunandi gáttlistar. Með svona þessir hefðbundnu gáttlistar fyrir byggingarstjóra. Sem þið kannist kannski við. Með því að smella á þennan PDF hnapp, þá myndast PDF-skjal úr öllu því sem hérna í hægri gáttu. Ok, en sko, þú býr þá til tekur þennan gáttlista yfir í PDF. Já. Og ertu að fara með það yfir í þá, undir þá þetta verk í innra eftirlit. Þú getur prentað hann út og hakað í hann og tekið svo afrita á hann, eða, það sem ég ætlaði að sýna ykkur, þú getur líka bara afrita hann svona með því að íta á copy og farið svo yfir í eitthvað verkefni sem að þú ert með hérna í vinnslu og þú ætlar bara í innri úttekt byggingarstjóra hérna. Og það þessi gáttlisti sem að þú ætlar að kalla úttekt hvað? 21, 04, 21. Og svoleiðis. Og svo getur við verið með tjattið hérna og það búið að greiða þetta gjald og svona.
Svo getur við sagt vatnsúðakerfi ekki eða eitthvað svoleiðis sko. En þú getur annarkvort hakið í þetta eða ekki. En þú veist, eins og kannski yfirlýsing nummer 5, það kannski ekki vatnsúðakerfi. Og það ekkert að haki á ekki við eða hvað eyðir þið bara út þá í rauninni? Þú getur í rauninni eitt í út og eða sett athugasemd vatnsúðakerfi ekki til staðar. Nei. Skilur við, þannig að hérna, svo getur líka verið með description í gangi og sett inn einhverja skýrslu með þessu, sko. Svo seifar þessu bara og þá áttu þetta á rafrænu formi. Þú getur líka ákveðið bara að prenta þetta út og skanna þetta inn ef þú vilt kvitta á þetta og eiga þetta staðfest þannig. Við erum að tala já, það svona þessi innri úttekt, en þessu úttektir framkvæmda, það þá væntanlega eins og taka út. Já, þá færðu PDF-skjöl bara úr þessum úttektarkerfum. Ok. Þannig að það þetta að seifa bara afrita því í rafrænu. Já, bara þannig í hverju verki. En þú fyrir OneDrive. Já, nákvæmlega. Við erum sko múnaþengið með eitthvað, hvað er þetta, OneRobot eða eitthvað þannig, kerfi. Já. Og það svona einmitt þannig, þú skráir í, ef þú gerir út þetta, skráir þið inn og það svona online og þú getur ábyggilega að seifa það sem PDF eða ekki? Jú, þú getur það. Ég var á fundi með Mannvirkjastofnun í morgun sem voru að fara yfir þetta og þeir spurðu akkurat þessar sömu spurninga og svöruðu eiginlega sjálfur, já. Þú þarft náttúrulega að klára úttektirnar hjá okkur og svo geymir bara í kerfinu þínu sem bara staðfestingu á því. Mikilvægur partur af svona geðkerfi verkefnastjórnunin sjálf, eins og við vitum, sko. Hérna kafli sem ég hef notað í mínum verkum, það fyrirspurnir og úrlausn mála og ég tek bara dæmi. Við tökum til dæmis eins og Bláa lónið hérna og þá var ég með þennan kafla númer 9, fyrirspurnir og þjónusta og hérna erum við komnir sko í fyrirspurn númer 800 og eitthvað og þetta raðaðist bara upp og það var alltaf einhverjar 10, 20, 30 svona fyrirspurnir opnar í verkinu og við þurftum ekki að ræða þetta aftur og aftur á fundum. Þetta var bara tekið fyrir þegar kom einhver beinum eitthvað eða kom eitthvað vesen eða kom eitthvað nýtt upp í verkinu, sko, einhver ný staðfesting frá arkitektum. Þannig að þegar við byrjuðum að skrá þetta þá hættum menn að spyrja sömu spurningarna aftur og aftur, fund eftir fund og þetta var bara fyrirspurn sem var síðan tekin fyrir á næsta fundi, er þetta búið eða er þetta ekki búið og svo er þetta bara hakað út og þá birtist það ekki lengur í yfirlitinu hérna með því að nota filterinn hérna uppi sem sko show only not done. Þannig að við sýnum bara það sem er ekki búið og þannig gátum við haldið utan svona risastóran lista á þess að væri alveg að keyra yfir okkur. En þegar þú bætir við þú bara, kópir eru bara, ef þú fært öðlupost með spurningu, kópir eru bara textan, setur henni fyrir spurninguna og svo er henni bara, setur aftur svo inn svarið eða hvernig? Segjum sem svo að þessi póstur hérna hjá Ívari hafi verið fyrirspurn og þá droppa ég á póstinum hérna inn og ég kópir ekki attachment og ég ætla að breyta honum í bara task og hérna svo segi ég bara copy og þá get ég og þetta er bara F001 fyrsta fyrirspurn þetta er vesen og ég bara segi skilur þannig að ég tók ekki ég bara kóperaði póstinn full. Núna get ég farið bara hérna í delete hnappinn og eitt þessu eða sagt cancel. Hvernig myndir þú tók afgrústan á? Segjum að þetta sé bara eitthvað verið sem
svo ég búinn að svara, eða búið til svar. Notaði sína nýtt tricks, sem svo að þessi atriði hérna, sem eru hér niðri, 9 atriði, þetta allt einhver atriði sem þarf að framkvæma. Og ég ýtti hérna á copy og ég fer hérna í checklist, paste þessi hérna og segi add multiple items. Og við komum hérna 9 checklista atriði sem að þarf að haka út bara svona eitt af öðru og þá sérðu prósentuna hérna, hvað mikið búið. Og það sem meira þú getur sko að sæna þessu á, ég get að sæna hérna þessu vesenni á Ívar, sko. Þetta ekki að geta að sæna þessu bara á okkur. Já. Og þannig að ef að þið eru allir með aðgang að þessu sama, þá birtist þið allir á þessum lista yfir þá sem að eftir að sæna á. Eins og þið hafið átt að ykkur á sjálfsagt, þá erum við hérna með í vinstri dálkinum. Það er rauninni hérna veljið þar sem þið eru að skoða, sko. Hérna veljið filterinn eða þið viljið stilla hann eitthvað og sorteringun á verkefnum, hvort þið viljið hafa þau í stafrófsröð eða frá upphafi eða hvernig sem sko, og svo verkefnin sjálf ykkar, ég séu að ég með einhvern hauga verkefnin, en það ég með allt mitt líf í þessu. Líka þróun á þessu kerfi og heimilið og hvað sem sko, og svo ég með gæðakerfi eins og þið með bara hérna sem eitt af þessum atriðum. Og það sem að þið veljið sem hérna í vinstri dálki, það birtist hérna í miðdálki. Og það sem þið veljið hér, það birtist hérna hægra megin í dashboardi og einungis þær upplýsingar úr því sem valið sem að þið hafið klikkað inn hér, sko. Þannig að þetta eiginlega fólderakerfi á styrum, þannig að í hverju fólderi getur verið með chat, checklista, lýsingu, viðtengi, assign, eða þú getur ánafnað ábyrgð á aðra, þú getur verið með upphaf og endi og tímalínu og mismunandi user og svo framvegis. Þannig að við gætum kallað þetta svona möppukerfi á styrum. Eitt sem velti fyrir mér, við förum aftur útteknar, af því að ég veit náttúrulega ekki, sko, í þessu skýrslu sem menn gera, sem kemur þú út eins og þú kerir Molathings, hvort að myndir komi með í skýrslunni, en ef maður vill líka geyma bara myndir undir einhverju, hvernig einfaldast að koma myndum, sko, það úr símanum eða tölvunni og yfir í, veistu, eins og bara að væri með einhver úttektir, vildir hafa einhverja myndir með? Þá ferðu á hérna m.jp.com símanum og loggar þið inn á sama login og þú ert með á desktop. Þá færðu upp í liðmótið og ferðu inn í möppuna og segjum sem svo að þú ætlar að fara að setja myndir inn á hérna 07 úttektir framkvæmda, úttektir á framkvæmda tíma og hérna myndir vilja setja bara inn myndir, sko. Bara, hvað segir það, 21.04 og þá myndir velja þessa möppu og ýta svo á bara myndavélarhnappinn í appinu á símanum og taka myndir. Já. En það, þú meinar þessu appir í símanum, meinar þú bara að þú opnar þetta bara á vefslóðinu og notar þetta þar? Já, þetta önnur vefslóð, það m.jp.com og þá ferðu bara beint inn á sem sagt eiginlega sama viðmót nema það lítur öðruvísi út á skjá, á móbælskjá, sko. Já, skiljið. En þá getur þú sem bara trappað þig inn á staðinn þar sem þú vilt fá myndirnar
og bara tekur myndir þangað inn. Það er einfalt. Það er einfalt. Annars bara sækjur þetta af tölvunni bara með þessum viðhengishnappi hér, sko. Og náttúrulega það eiginlega við þetta að þú getur previewað þetta allt í kerfinu, sko. Ef þú setur einhverja mynd hérna, þá getur þú skoðað þetta allt af inni. Þessi tveir hér, þetta þú getur sprengt allt í sundur ef þú vilt, eða tekið allt saman. Það kemur hérna fram, sko, hvenær verðþátturinn byrjar vinstra megin og hvaðan langur hægra megin. Já. Og svo á viðmótið að laga sig að bara tíma ramma þess verkefni sem valið. Ég svona póstur frá þessu. Það er líka hérna handbókina, handbók framkvæmda. Já, akkurat. Handbók framkvæmdar. Við fórum einmitt í kjærklundafundum í morgun líka með húsnæðis- og markstofnun og í mínum huga ef þú fyllir út alla þessa þætti sem eru hérna, sem bara í frumritinu, sem bara þetta samningar, ábyrgðir upplýsingar og byggingarleyfi, tengileiðirnir, fundirnir, hönnagögnin, áætlanirnar og allt þetta sem hérna og inni úttektir og úttektir, að þá ertu í rauninu komið allar upplýsingar sem eiga að fara í handbók þarna inn. Þeim reikning. Hvaða mappa er þetta númer 12 þá sem heitir handbók framkvæmdar? Þetta er bara verið að segja frá reglugerð handbók framkvæmdar. Hvað á að inni. Og hvað skal vera innifalið. Í rauninni ef þú fyllir út allt sem hérna, þá ertu komið með þessi gögn inn. Og svo getur PDF að kafla fyrir sig. Það er of mikið að reyna PDF að allt verkið í einu. Það verður bara alltaf stórt skjal, sko. En þú getur tekið einn og einn kafla á PDF-an ef þú vilt búa til físíska útgáfu af handbókinu. Já, ég held að sko, þetta væri kannski alltaf að, þessu, hvað sem eigendur húsana myndi fá, sko. En maður myndi ekki kannski vilja að myndi sjá allt þetta, sko. Væntanlega ekki samningana. Nei. Skráðu tengiliði, hönnuði og verktaka, ég hugsa að þeir myndi vilja fá þetta. Já. Og veit ekki hvort þeir myndi vilja fá alla fundina. Nei, það er líka bara mismunandi aðila, sko. Það er ekkert þægilegt heldur, sko. En spurningu, sko, maður veit ekki með aðaluppdrætt eitthvað þannig, sko, þetta er allt aðgengilegt bara gegnum sveitarfélagið, sko. Þegar nú er bara einn notandi á sem svo er. Og er það þá mitt að búa til restina af þeim, eða? Nei, nú skal ég bara, Gera það? Ég heldur að ég hef búið til fyrir alla. Mér minni það, og ég hef gert það með, sko. Ég veit, ég skal tekka það. Og byrjaði bara Óttar. Steinn hana, Magnússon. Já, þú ert allavega með áskrift til 24. Far inn á pennan hana, edit. Pennan. Já. Fer í pennan. Það er user and contacts. User and contacts. Ási Alfraðsson, hérna. Ég fæðu. Ég var bara ekki sett bíl og Ási. Ég gerði það. Já. Magnús, Bill, Ási. Þá komar upp með mér allavega. Já, þetta kemur ekki um mér. Sjáðu líka, af hverju er hann með þig sem owner en þú ert bara með hann? Já, þetta er allt góða spurningar, strákar. Það getur við segir, af hverju... Ef þú ferð inn í plussin. Já, inn í user and contacts. Já. Þannig í owners er Ívar, Helgi og núna Magnús. Já. Þegar ég horf á owners, þá er það bara Helgi. Það er ekki alltaf eftir að setja okkur inn. Ég þarf að setja... Ívar er inni, þannig að hann Ég er búinn að lokka mig inn, sko. Já, ég addaði mér inn í gegnum þig, sko. Þannig að þú sér nú ekki þig... Nei,
ég skilði, ok. Það ég stopp með þetta. En getur þú, ef þú finnur óttar, en austar, getur þú prófað það? Eða Bergur? Bergur Már Hallgrímsson. Ég fæ hann ekki upp þetta, ég skil ekki hverju, ég finn ekki sömu aðal og þú, sko. En getur þú bætt óttar eða við, eða? Jú, herri, ég finn það núna. Hvað fyrir komið þetta núna þegar? Þannig að... Jú, herri, fyrirgefðu, ég hef bara ruglaður, sko. Þetta virkar allt núna, ég hef bara notað U í Magnús. Já, einmitt. Já, varst í e-mailinu. En þú ert búinn að bæta það með öllum minn, nema óttari. En það nú kannski bara fyrirtæki Óttar. Ég fer bara heim, sko. Óttar Steinn Magnússon, hann kom upp hjá mér, sko. Já, en þú gast ekki bætt mér inn, var það? Jú. Hérna. Já, herri, nú virkar þetta allt. En hvernig sendir þú okkur svo í rauninni bara lykilorð til þess að nota hann inn, eða? Já, þið eru beðnir að breyta því. Ég setti ykkur bara alla hérna inn á Östurbygg, hérna G2. Það bara almennt bjagakerfið, en ég ætla að lofa ykkur að æfa ykkur á að koma ykkur sjálfum inn í kerfið, sko. Ég meina, svo bara höfum við samband við ef eitthvað er ekki gott. Já, endilega. Ég vil heyra allt gott og Allt lost. eitt sem ég myndi ekki gera, strákar, bara að segja það. Það er gott að vita hvað ekki gera. Ég myndi ekki taka, og leika mér að því að taka stór verkefni og afrita þau og setja þau einhvers staðar annars staðar. Þá ertu að taka kannski fleiri 100 möppur og afrita þær og geyma þær einhvers staðar. Og það verður bara rusli, sko. En kerfið er náttúrulega bakkað upp online og eitthvað, þannig að þetta er ekki stegi að geta týnst neitt. Maður á að bara treysta því, ekki? Jú. Og svo ef að þið treystið því heldur ekki, þá getið þið bakkað öllum gögnum inn á Google Drive. Google Drive, já, ég skilji. En eitt, því nú er maður kannski, við erum kannski með einn hönnuð, rafmagnshönnuð þarna inni. Já. Ætti maður þá að leyfa honum að vera bara með aðgang að bara einhverjum ákveðnum möppum? Það er náttúrulega eigandi fyrirtækins, þeir ættu kannski að vera óneirar, en undirverktakar ættu bara að fá aðgang af annarkvort hennar og fundargerðum, skilur, hennar. Já. Engu öðru í rauninni. Sem að er þörf á. Já. Right. Já, svo ef að ég ætla að nota kafla 11 sem er svona úrlausnarmál, þá er ágætt að lofa verktökunum eða undirverktökunum að vera með í því. Já, nákvæmlega. Mjög gott. Maturinn minn tilbúinn. Takk fyrir góða mynd. Ég ætla að tekur okkur okkar dag áður við erum bara klúður og svalkjúla. Já. Ég kem þá bara og tek til. Já. Já, svo, það kemur, Þetta er bara... Þú ekki bara fysikal koma, kallið minn, það er ekkert mál. Já, ekkert mál.